Við 7. dagskrárliður sem umræða skýrslu úttektarnefndar. Fyrstur til máls tekur borgarstjóri Jón Gnarr. Já, virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum nú skýrslu úttektarnefndar stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. En borgarráð samþykkti að skipa úttektarnefnd 19. janúar 2012 til þess að fylgja eftir samþykkt tillögu frá 9. desember 2010 til að yfirfara stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og þá sérstaklega í ljósi niðurstöðu rannsóknarskýrslu Alþingis, draga fram lærdóma og leggja fram einhverjar tillögur þær breytingar og reglum, vinnubrögðum og skipulagi sem að hún teldi þörf á, eins og segir í inngangi að skýrslu úttektarnefndarinnar. Og nefndina skipuðu Sigurður Þórðarson, löggiltur endurskoðandi og formaður nefndarinnar, Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, skipulagsfræðingur og Sesselja Árnadóttir, lögfræðingur. Og viljum nota þetta tækifæri og þakka nefndinni fyrir velunnin störf og góða vinnu. Og þakka einnig starfsmanni nefndarinnar, Vigdísi Þóru Sigfúsdóttur og Sveini Sigurðssyni sem starfaði með nefndinni. Vilhjálmur Árnason, prófessor við Háskóla Íslands og Henry Alexander Henrysson, starfsmaður Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands, unnu að gerð 10. kafla siðferði og starfshætti stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og vilja færa þeim kærar þakkir fyrir þeirra innlegg. Og ég geri ráð fyrir að flestir hafi fengið tækifæri til þess að glugga í skýrsluna. Hún frekar umfangsmikil. Hún 245 blaðsíður með viðaukum og þetta ansi langt tímabil sem að skýrslan spannar, það 10 ár frá 2002 og til 2012. Ég nú búinn að fara yfir úttektina og niðurstöðurnar og hef staldrað við ýmislegt sem að ég ætla að fara yfir og hef nú gert þetta í svona punktaformi, þannig að ég ætla að skauta yfir þetta eins vel og ég get, eins vel og skýrt og ég get. Og beðist velvirðingar ef ég fer eitthvað út og suður í þessu, en mér finnst mjög mikilvægt í þessu sambandi þegar við erum að ræða svona mál eins og stjórnkerfi Reykjavíkurborgar og sem sagt út frá niðurstöðum úttektarnefndarinnar, að við líka kannski leyfum okkur að svona hugleiða ákveðin efnisatriði og jafnvel þá, því að það gerist óneitanlega þegar maður les skýrsluna að svona ein hugsun leiðir að annarri sem leiðir að einhver annarri og oft kannski út fyrir skýrsluna sjálfa. Og ég hyggst aðeins til dæmis ræða Emmu Darwin, eiginkonu Charles Darwin, en hún að sjálfsögðu ekki nefnd í þessari skýrslu. En kemur kannski við sögu í öðru samhengi. Já, ég ætla að byrja á því að ræða aðeins, í skýrslunni svolítill samanburður
á sveitarstjórnarmálum eða hvernig sveitarstjórnarmálum háttað hér í Reykjavík samanborið við borgir á Norðurlöndunum. Og það náttúrulega þau lönd þar sem við sækjum okkur helstu fyrirmyndir til. Og það hefur jú verið þannig að við sækjum lærdóm og kennslu og förum í heimsóknir til hinna Norðurlandana, þannig það bara mjög eðlilegt. En samt finnst manni stundum og líka eftir að hafa kannski staðið í þessum samskiptum og kynnt sér reynt að setja sig inn í sveitarstjórnarmál í öðrum borgum á Norðurlöndum eða höfuðborgunum aðallega, að þá er málum oft töluvert öðruvísi háttað þar en hér. Til dæmis Kaupmannahöfn eru til dæmis 7 borgarstjórar og Osló eru þeir 2 og það getur verið svona, það eru öðruvísi skipurit og maður veltir því fyrir sér þegar við erum að bera saman Reykjavík við aðrar borgir á Norðurlöndum. Erum við að bera saman epli og epli eða appelsínur og appelsínur, eða erum við að bera saman epli og appelsínur, eða erum við jafnvel að bera saman stundum epli og tómata eða appelsínur og tómata. Nú gætu margir sagt, jú, það er alveg eðlilegt að bera saman appelsínur og tómata því að hvoru tveggja eru ávextir. En er það svo? Jú, líffræðilega er tómatur ávöxtur, en menningarlega er hann grænmeti vegna þess að tómatur er borðaður með salati og það er engin ávöxtur í salati, ekki svona hefðbundnu salati, og þess vegna hefur tómaturinn fengið stöðu grænmetis þó hann sé líffræðilega teljist hann til ávaxta þar sem hann er ávöxtur sem vex á tré. Það er til dæmis í varðandi borgarfulltrúa að þá er staða borgarfulltrúa á Norðurlöndum versus í Reykjavík töluvert ólík. Og á Norðurlöndum eru borgarfulltrúar yfirleitt sinna sínu starfi í hlutastarfi og á meðan að borgarfulltrúar í Reykjavík sinna sínu starfi á fullu starfi eða hafa það að fullu starfi. Og svo er annað líka sem er mjög athyglisvert. Það er, og þó að borgarfulltrúar á Norðurlöndum séu í hlutastarfi, að þá eru þeir yfirleitt með hærri laun heldur en borgarfulltrúar í Reykjavík. Og það hefur náttúrulega gríðarlega mikið að segja með það hversu vel fólk getur sinnt sínu starfi. Og það er líka, það er drepið á því í skýrslunni sem sagt efnahagshrunið og áhrif efnahagshrunsins á Reykjavíkurborg. En það er jú þannig að eftir efnahagshrunið þá hefur verið alveg gríðarlega mikið álag vissulega álag á stjórnsýslu borgarinnar, á starfsfólk, en ekki síst kjörna fulltrúa. Það
það hefur verið gríðarlega erfitt, hvað maður að segja, svona erfitt vinnuumhverfi og þó manni finnist oft og það sé svona mál manna að til dæmis að Alþingi til dæmis geti ekki verið skemmtilegur vinnustaður og þar sé, og við fáum nú yfirleitt líka fréttir af því svona sem að kannski myndi falla undir skilgreininguna neikvætt þegar við erum að skoða fréttir af Alþingi og kannski minna af einhverju gleðilegu og síðan hefur náttúrulega stjórnmála umhverfið í Reykjavík og á Íslandi öllu liðið mjög mikið fyrir efnahagshrunið. Það er mikið vantraust og tortryggni gagnvart öllum sem að starfa í stjórnmálum og hvað maður að segja svona það er svona já, meiri kröfur held ég og á lýðræðislega kjörna fulltrúa og þetta hefur náttúrulega gert svona daglegt starf kannski svona erfiðara og þetta tel ég vera einhvert svona almesta þjóðþrifa mál, af því að við erum líka bara, af því við erum búin að vera að ræða hérna í dag við erum búin að vera að tala um staðalmyndir og staðalmyndir kvenna, við vorum að tala, ég myndist aðeins á í dag staðalmyndir aldraðra og þetta er líka ákveðin staðalmynd af stjórnmálamanninum eða stjórnmálakonunni og þetta er mikið þjóðþrifamál og þetta svona vekur mig alltaf til umhugsunar eins og til dæmis við sjáum eftir nýafstaðnar kosningar þar sem fólk er að segja til dæmis á samskiptamiðlum á kommentakerfum fjölmiðla eða á Facebook og svo framvegis að það er ákaflega mikið eða virðist vera ákaflega mikið vægðarleysi í gangi gagnvart fólki sem að þorir að dýfa fingri í stjórnmál og ég svona áður en að ég hóf mín afskipti af stjórnmálum að þá hafði ég ákveðna og mikla fordóma gagnvart stjórnmálafólki og taldi að fólk væri meira og minna hlyti bara að vera meira og minna sofandi og að naga blýanta og glápa út í loftið en síðan hef ég náttúrulega, og ég hef nú sagt frá því hér áður og síðan hef ég komist að því að svo er alls ekki raunin og það er jú þannig að það að starfa í sveitarstjórnarmálum eða borgarmálum er bara ansi krefjandi og erfitt starf sem að gerir það að verkum og hefur það í för með sér að hver sem leggur það fyrir sig þarf að leggja töluvert mikið á sig til að sinna sínu starfi og ég veit að borgarfulltrúar starfa hér jafnvel allan sólarhringinn daga og kvöld og helgar og það sem ég er að reyna að segja er að eftir hrunið að þá hefur þetta álag á lýðræðislega kjörna fulltrúa aukist allavegana helming og mér finnst mjög mikilvægt að við notum þessa úttekt
til þess að opna umræðu stöðu og kjör og réttindi og skyldur borgarfulltrúa og kannski líka og leyfa okkur að fara kannski út fyrir efnistök úttektarinnar eða skýrslunar. Og mér finnst alveg gráupplagt tækifæri til þess. En skýrslan og það finnst mér ákaflega ánægjulega skilaboð í skýrslunni. Hún ekki áfellisdómur yfir stjórnkerfi Reykjavíkur. Og niðurstaða nefndarinnar að stjórnkerfi Reykjavíkur sé í flesta staði ágætt, en þó séu á því nokkrir gallar sem að megi bæta úr. Og að úrbóta sé þörf á ýmsum sviðum, og það vel, og til þess var náttúrulega þessi vinna sett af stað, til þess að finna hvar brotalamir væru og setja heilarlamir í staðinn. Og það verið að benda á ýmsa galla og í stjórnkerfinu, og því kannski mikilvægt að benda á það sem líka það sem vel gert. Og úttektin eða skýrslan hún svo sem gerir það, bendir á það sem ýmislegt sem mjög gott og heilbrigt, og það líka bara mjög gott að vekja máls á því, vegna þess að maður getur svo auðveldlega í svona umræðu mist sjónar á því góða sem við erum að gera, og kannski farið að kannski hugsa meira það sem við mættum gera betur. Ekki það sem okkur hefur tekist, heldur það sem kannski hefur mistekist. Það eru gerðar þarna ákveðnar athugasemdir við stöðu borgarstjórans í skipuritinu, og við höfum nú rætt það áður hér á þessum vettvangi, hvernig þessu starfi sé best sinnt, og þetta jú bara þannig starf að það mun líklega seint eða aldrei ríkja algjör sátt það, og starf borgarstjóra er ákaflega fjölþætt. Það er í rauninni 4 störf, og síðan það svolítið undir samvisku hvers og eins sem gegnir þessu starfi, hvernig hann rækir sínar skyldur til sem best, og það verður alltaf undir gagnrýni komið. Í skýrslunni sagt að gagnvart borgarstjóraembættinu að þá sæki sviðsstjórar sér gjarnan umboð til formanna viðkomandi sviða, og spurt hvort að það sé eðlileg stjórnsýsla, og mér finnst það bara ágætis spurning, en síðan finnst mér það heldur ekki alveg bara svona einfalt, því að formenn ráðanna hafa jú sótt sín umboð til meirihluta, og í
svona starfi náttúrulega unnið mjög mikið á grundvelli trausts og en traust aftur á móti erfitt að meta, það erfitt að mæla traust á milli fólks og ekki nema með einhverjum mjög flóknum aðferðum og langaði mig að gera smá athugasemd til dæmis við þetta og vegna sem mér finnst þetta vera bara ágætis stjórnsýsla og ágætis flæði. Ég hef í mínu starfi lagt mig fram að eiga gott samstarf við sviðsstjóra og æðstu embættismenn borgarinnar og hitti þá hef átt reglulega fundi, bæði einstaklingsfundi og hópfundi með æðstu stjórnendum reglulega og það vel, en þá má á móti spurja en væri ekki rétt að það væru fundargerðir af slíkum fundum og mér finnst það alveg koma til greina. Þannig að auðvitað getur maður alltaf reynt að gera betur heldur en maður gerir, gert eitthvað hnikað til einhverju og reynt að gera hlutina betur heldur en þeir eru og þessi niðurstaða, þessi skýrsla er veganesti í slíka vinnu en það tæpt á þessum fundum, þá tæpt á flestum þeim málum sem að viðkoma daglegum og almennum rekstri borgarinnar og bæði stóru og litlu málin og unnið á gagnkvæmri virðingu og trausti og sem að hefur ekki mér að vitandi orðið nein brotalögum á. En það annað sem að mig langar líka, sem að mig langar að gera umtalsefni sem að svona vakti athygli mína í skýrslunni og það eru varðandi stjórnkerfisbreytingar vegna þess að nú hefur þessi meirihluti staðið fyrir nokkuð umfangsmiklum stjórnkerfisbreytingum og það er sagt í skýrslunni að það er gagnrýnt í skýrslunni að stjórnkerfisbreytingar og ef ég man rétt í sömu setningu tíð meirihlutaskipti. Nei, það er talað stjórnkerfisbreytingarnar, já, að þær hafi ekki skilað fjárhagslegum ávinningi og en ég tel aftur á móti og heldur, og það er niðurstaða skýrslunnar heldur ekki skilvirkni og ég er ekki alveg sammála því. Ég tel að stjórnkerfisbreytingarnar hafi skilað skilvirkni og það er svolítið athyglisvert að í til dæmis töflu á blaðsíðu 58 að þá sér maður að dregist hefur umtalsvert saman í miðlægri stjórnsýslu og kostnaður minnkað. Útgjaldaþróun samkvæmt töflu dregst úr 2.135 milljónum árið 2008 í 1.679 árið 2011 á föstu verðlagi og tel ég að þar hljóti þá að vera einhvers konar stjórnkerfisbreytingar að ræða. En það eru mörg vafaatriði sem koma upp við lestur skýrslunnar og manni vantar stundum frekar í ítargögn eða umræðu
eða upplýsingar tilteknar forsendur og niðurstöður til þess að geta dregið kannski algjörlega réttar ályktanir. Við þurfum að ákveða í samræðu og vinnu hvernig við ætlum að fara með þessar upplýsingar í skýrslunni, hvað ætlum við að gera við þessar niðurstöður og hvernig ætlum við að vinna með ábendingarnar, og það er bara nokkuð sem að þarf að skoðast mjög vel og viljum við til dæmis fela hverju sviði fyrir sig að fara yfir ábendingarnar. Það er vikið að stefnumótun og eftirliti. Það er vikið að eftirliti og sem sagt og hvert sé höfuð hlutverk stjórnmálamanna, hvar stjórnmálamenn eigi að vera og hvar þeir eigi ekki að vera, og við höfum svo sem rætt það áður í þessu og öðru samhengi, og eins og til dæmis varðandi stjórnarsetu í B-hlutafyrirtækjum. Og það segir í skýrslunni að stjórnkerfisbreytingar hafi valdið óróa og óöryggi hjá starfsfólki, og það er vissulega rétt, og ég held að fáir gerir sér jafn skýra grein fyrir því og ég sjálfur. Það hefur verið oft á tíðum erfitt að standa fyrir stjórnkerfisbreytingum, og við svo sem þurfum ekki að rifja það upp hér á þessum vettvangi hvað það hefur haft í för með sér, og sérstaklega þegar áætlað er að hrinda einhverjum breytingum í framkvæmd og síðan tefjast þær og fyrir ýmissa hluta sakir, og fólk kannski bíður eftir að heyra einhverja niðurstöðu en þessar breytingar sem að farið hefur verið í, þær hafa verið gerðar með það að markmiði að bæta stjórnkerfið og ekki bara verið að horfa til hagræðingar heldur ekki bara til sparnaðar, heldur líka hagræðingar og ekki síst skilvirkni. Og við höfum, og ég held að að það sé ekkert launungarmál að breytingarnar hafi verið gerðar með það að markmiði að bæta kerfið og gera það betra. Og fyrir mér er náttúrulega allt breytingum háð, og þetta er hluti af framþróun, og Charles Darwin sagði að það er ekki sá sterkasti af tegundinni sem lifir af, og heldur ekki sá greindasti eða sá klárasti, heldur sá sem að auðveldast á með að laga sig að nýjum aðstæðum eða breytingum. Og hann var ekki alvitlaus, hann Darwin, og þá kem ég að Emmu Darwin, eiginkonu Charles Darwin, sem var margt mjög merkileg kona, og þau mjög merkileg hjón þegar maður fer að lesa sér til þeirra samband, því að Charles Darwin hann var því næst trúleysingi, það sem að
heitir á útlensku agnostic, að segja hann trúði ekki, hann afneitaði ekki að Guð væri til, en hann svona stórlega efaðist það. Emma aftur á móti var mjög trúuð kona og hafði alltaf mjög virkt og gott samband við sinn kristilega söfnuð og reyndi alveg fram í rauðan dauðann að frelsa mann sinn til trúar, sem að tókst ekki, en þrátt fyrir þannan grundvallar mun á lífsýn, þá var hjónaband Charles og Emmu mjög farsælt og bara hafa verið ágætis hjónaband, og sýnir manni að fólk getur lifað saman í sátt og samlyndi og átt þokkalega ánægjuleg samskipti þrátt fyrir einhvern grundvallarmun á lífsskoðunum. En fjármálastjórn á síðari hluta tímabilsins er nokkuð góð og er það bara mjög ánægjulegt, og það kemur skýrt fram í skýrslunni að mikils aðhalds hefur verið gætt í fjármálum borgarinnar allt frá hruni, og er það bara vel og eðlilegt. En skipulagsmál, það er niðurstaða úttektarnefndarinnar að skipulagsmál þurfi á meiri festu að halda, og ekki síst svæðisskipulag og samstarf skipulagsmál við önnur sveitarfélög, og þá ekki síst sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, og síðan kannski það sem einna athyglisverðast og það eru samþykktir Reykjavíkurborgar. Nefndin telur mjög brýnt að uppfæra samþykktir borgarinnar eins fljótt og auðið og það er mér ánægja að fá að segja frá því að sú vinna í gangi, og við höfum verið að bíða eftir einhvers konar fyrirmyndar samþykkt frá innanríkisráðuneytinu, en hún er nú komin, og þá er ekki eftir neina að bíða nema bara gera það sokka í brók og klára þetta. En ég hlakka til að heyra hér áhugaverðar, líflegar og skemmtilegar umræður. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson næstur á mælendaskrá. Og setja ágætu borgarfulltrúar, þakka borgarstjóranum fyrir að fara yfir þetta svona með sínum hætti og segja okkur frá hjónabandi Emmu og Charles. Það er vissulega áhugaverð saga tvær ólíkar persónur, og kannski það svona einhver leiðsögn í því, þó ég sjáu það nú ekki alveg svona í skjótheitum, en einhvað síður. Það má reyna að hafa það hugfast að ólík sjónarmið geta unnið saman og átt farsælt samstarf. Ég vil byrja því að þakka úttektarnefndinni fyrir hennar starf og fyrir að skila til okkar þessari úttektarskýrslu sem ég hef hérna fyrir fram að mig, og ég hef ætlað fjalla hana svona svolítið í óbundnu máli ef ég má, fjalla hana þannig, ég ætla að flétta henni svolítið og fara yfir þessa þætti, hvað mér finnst svona standa upp úr í hennar niðurstöðum. Ég vil þakka þeim Sigurði Þórðarsyni, Ásdísi Lögg Theódórsdóttur og Sesselju Árnadóttur lögfræðingi fyrir það að hafa unnið þetta verk og hafa gert það með miklum sóma að mér finnst, og sömuleiðis starfsmanninu Vigdísi Þóru Sigfúsdóttur vil ég þakka og Sveini Sigurðssyni, og síðan komu aðrir aðilar að ýmsum þáttum þessarar vinnu
ætlum ekki að fara að telja þá upp, en engu að síður að þá eiga þau þakkir skyldar fyrir það að hafa lagt sitt að mörkum, og ég veit það að ég og margir aðrir hér, bæði borgarfulltrúar og starfsmenn borgarinnar, komu á fund nefndarinnar og fóru svona yfir sín sjónarmið og létu á lokuðum fundum kannski dæluna svolítið ganga, þar sem að þeirra sjónarmið voru tekin til greina væntanlega og skoðuð og eru hluti af þessu öllu saman. Ég held að við verum aðeins kannski að minnast á Þorleif Gunnlaugsson sem að borgarfulltrúa sem að áttu nú kannski upphafið af því að farið var af stað að skoða þetta mál, þó að það enda svolítið með öðrum hætti heldur en hann hefði lagt upp með þegar hann lagði til að gerðir skýrsla sem að væri svona framhald af þeirri vinnu sem að framfór í aðdraganda þessarar skýrslu Alþingis, rannsóknarskýrslunar, en þetta er svona úttektarskýrsla. Það sem að kannski svona ef ég fer aðeins yfir svona heildina í þessu, að það sem ég finnst gott við þetta er að úttektarnefndin, hún lítur yfir sviðið og kemur með gagnlegar ábendingar sem að ég tek til mín, og ég vona aðrir borgarfulltrúar séu ekki hafnir yfir það að taka það til sín sem að þeim tilheyrir. Og svo er það auðvitað stjórnsýslan öllsömul sem að við verðum að fara vel yfir með til þeirra ábendinga sem að þarna koma fram. En hún gerir annað, þessi ágæta nefnd, hún jafnframt fer yfir það sem henni finnst hafa verið vel gert. Og mér finnst það skipta verulega miklu máli að hún bendir á það til dæmis að stjórnskipun og stjórnsýsla Reykjavíkurborgar sé í megin atriðum fyrir komið ásættanlegum hætti, þó áhugni séu náttúrulega hnökræn og ekki síst hvað varðar framkvæmd eftirfylgni á mörgum sviðum. Þetta er sem sagt svona textinn aðlagaður hér sem að ég er svona að fara yfir, og mér finnst gott að heyra þetta, en ekki síst finnst mér þó gott það sem að nefndin tekur fyrir hér, sem að er í 9. kafla skýrslunar, en það eru viðbrögð borgarinnar, Reykjavíkurborgar, og þá okkar hér sem að þá áttum sæti í borgarstjórn, við bankahruninu árið 2008 og afleiðingar þess. Ég hef svona ekki freistað því að koma hér upp og minnast á það hvernig brugðust við þessu og hvernig menn stóðu saman hér í borgarstjórn þegar á móti blés og þegar alvaran blasti við öllum, að þá gátu borgarfulltrúar litið upp fyrir sinn pólitíska ágreining, kannski svolítið eins og Charles og Emma, og fundu það út að það var ekki annað hægt en að standa saman og að taka upp þverpólitíska samstöðu þau atriði sem að þarna voru til umfjöllunar. Og hér í þessari bók, úttektarskýrslunnar, kemur einmitt fram þessi atriði, hvernig aðgerðahópurinn sem að stofnað var hér í borgarráði og vann að þeirri aðgerðaráætlun sem síðan var farið eftir, sem að stemdi að því, og ætla að fara yfir þessi atriði sem að tiltekin eru hér, stemdi að hallalausri fjárhagsáætlun 2009, að ákvaða að hækka ekki gjaldskrár, og ég held að þetta sé mjög mikilvægt vegna þess að stundum hafa þeir sem að hafa litið til svona skammtíma pólitískra hagsmuna sinna gert lítið úr þessu og gert tortryggilegt að hér hafi verið ákveðið að hækka ekki gjaldskrár, og meira sé hefur gengið svo langt að borgarstjórinn í Reykjavík hefur talið það sérstaklega til tekna þess að meira hluta að hafa innan gæsalappa kjark til þess að hækka gjaldskrár eins og gert hefur verið. En hér var ákveðið af aðgerðarhópnum að hækka engar gjaldskrár. Það var jafnframt ákveðið að breyta ekki fjárheimildum fagsviða, og það var ákveðið að segja engum starfsmanni upp vegna hrunsins. Það var ákveðið að auka fjárfestingar vegna viðhaldsfjárfestinga, mannfrek verkefni, og það var fallist á að lækka arðgreiðslur frá Orkuveitu Reykjavíkur. Mér finnst þetta allt saman skipta miklu máli, og ég vona að í þessu felist ákveðin leiðsögn til okkar allra. Auðvitað get ég einhver leyti fallist á það með borgarstjóranum sem hér í sína ræðu talaði það hvað starfið væri miklu erfiðara heldur en það var fyrir bankahrun, þar sé eitthvað álagi væri miklu meira á borgarfulltrúa nú en áður. Ég hef ólíkt honum reyndar bæði reynslu fyrir og eftir, ef við með tíma tala við bankahrunið, og ég verð að segja bankastjórum að vísu fjarverandi akkúrat þessa stundina hérna í borgarstjórnarsalnum að vinnuálag borgarfulltrúa
Það hefur náttúrulega var mikið einnig fyrir bankahrun. Það auðvitað voru önnur vinnubrögð sem stunduð voru við þau miklu vatnaskil sem að þá urðu. Það er hræðilegu afleiðingar sem að bankahrunið leiddi af sér. En það er ekki þar með sagt að það sé bara nú í tíð þessa meirihluta sem að fólk var að vinna, eins og hann orðaði það, helgar og næturnar. Borgarfulltrúa starf er einfaldlega starf sem að er ekkert 9–5. Það er bara unnið þegar það þarf að vinna það og með leggja á sig það sem það þarf að leggja á sig til þess að ná árangri í því sem henn er að vinna að. Hérna kemur til dæmis fram í þessum texta í þessum kafla sem ég er hér aðeins að flétta yfir, sem fjallar áhrif bankahrunsins árið 2008, með leyfi forseta, að mati úttektarnefndarinnar er þverpólitísk samstaða eitt af lykilatriðum í því að ná fram markvissum árangri við slíkar aðstæður. Ég ætla ekki að fara mikið meira yfir þetta tiltekna tímabil, ég bara bendi borgarfulltrúum á að lesa þetta vel yfir. Ég á von á því að við séum að fjalla þessa úttekt oftar hér í borgarstjórn. Ég ætla að leggja til að svo verði. Ég ætla til dæmis ekki að fara mikið hér yfir þann þáttinn sem að fjallar skipulagsmálin. Það eru mjög áhugaverðar ábendingar sem koma fram varðandi bæði svæðisskipulag og skipulagsmál almennt og lóðaframboð og lóðaskortsstefnu og svo framvegis. Nú er ég ekki að segja það að ég sé sammála öllu því sem að þarna kemur fram, en ég skal viðurkenna það að ég hef sérstakan áhuga auðvitað á þessum þætti og sem fyrrverandi formaður skipulagsráðs og sitt núna í umhverfis- og skipulagsráði, þannig að þetta stendur mann nokkuð nærri. Nú er verið að vinna aðalskipulag og svæðisskipulag, þannig að þetta er allt saman mjög aktúelt. Ég held að svona þær hugmyndir sem að hérna koma fram skipulagsmál sé að mörgu leyti ágætt, en ég held að samt sem áður að svona það grundvallar atriði sem að ég fellst ekki á, og það er það að sveitarstjórn eigi, til dæmis Reykjavíkurborg, þá öðrum sveitarstjórnum fremur, eigi að ákvarða það að ekki séu lóðir til úthlutunar, ekki séu framboð til af lóðum. Það er ekki Reykjavíkurborgar að segja við húsbyggjendur, nei, hingað ekki lengra, nú er nóg komið, þeir eru búin að byggja alltaf mikið. Það er bara eins og við færum að segja þá, heyrðu, þú fer ekki að kaupa 3 jakkafötum þessu ári, sko, þú átt bara að kaupa 2. Það er ekki svo. Sú stýring þarf að fara fram með öðrum hætti og það getur gerst með ýmsum hætti, en auðvitað eru afleiðingarnar alvarlega fyrir Reykjavíkurborg, og í skýrslunni er bent til dæmis á það hvaða afleiðingar það hefur haft í fjárfestingum í Úlfarsárdalnum, en það var líka við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. En stýring svona svæðisskipulags, og nú er ég svona farin að freistast út í það að tala það sem ég ætla nú svona að reyna frekar að forðast, því að þá fer allur tíminn beinlis í það, er ekki eitthvað sem að verður leyst svo auðveldlega á meðan að sá andi ríkir hér á höfuðborgarsvæðinu því miður. Og ég get ekki neitað því að mér finnst það aðallega í 3 sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu, þar sem andinn er fyrst og fremst að keppa það að ná sem flestum íbúum til sín og keppa við það að bjóða sem best til þess að fá til sín unga útsvarsgreiðendur, unga fjölskyldur, og Reykjavíkurborg, eins og ég benti hér á síðasta fundi borgarstjórnar, hefur algjör orðið undir í þeirri samkeppni og þeim samanburði því miður, og ég held að Reykjavíkurborg verði fljótlega að fara að hysja upp þessu buxurnar hvað þetta varðar. Eitt af því sem að hefur nú skyggt á svona þá ánægju sem að það var að lesa þessa skýrslu, eru viðbrögð formanns borgarráðs í fjölmiðlum í framhaldi af framlagningu skýrslunar í borgarráði. Það er ekki hægt annað en að minnast á það hér. Í borgarráði, þó að við almennt séum ekki að tala það hvað þar fyrir fram, þá er engu að síður samkomulag það að þessi skýrsla yrði ekki lögð fram í borgarstjórn að fáeinum dögum liðnum, heldur yrði hún lögð fram í næstu viku til þess að gefa borgarfulltrúum kost á því að fara vel yfir skýrsluna og geta verið hér með kannski dýpri umræðu heldur við náum að hafa hér í dag. Þetta var sem sagt á milli borgarfulltrúa, meirihluta og minnihluta, ákvæðið að þannig skyldi unnið með málið, og jafnframt var það alveg skýrt og það talað að ekki þið farið út í einhvers konar skyndibita, pólitíska skyndibita,
þar sem að upphrópun yrði valin einhver út úr þessari skýrslu sem að menn gætu verið með í fjölmiðlum, svo óábyrgt eða jafnvel ómerkilegt eins og það getur nú verið. Og ég verð þó að segja það að mér fannst forsíðan á Fréttablaðinu þar sem að formaður borgarráðs Dagur B. Eggertsson fór mikinn vegna sölu Landsvirkjunar og taldi væntanlega að það hefði verið stórkostleg mistök. Mér fannst þetta upphlaup ódýrt og mér fannst það ómerkilegt. Borgarfulltrúinn talar þar að Landsvirkjun hafi verið seld fyrir um 44 milljarða. En það verður að líta á það að eigið fé Landsvirkjunar sé í dag 200 milljarðar. Borgarfulltrúinn skautar náttúrulega fram hjá því að eigið fé Landsvirkjunar á þeim tíma sem að þessi viðskipti fóru fram og Reykjavíkurborg seldi ríkinu sinn hlut í Landsvirkjun. Þá var eigið fé Landsvirkjunar árið 2005 þegar samningar væntanlega hófust, þá það og þeir ársreikningar liggja frammi. Þá var eigið fé Landsvirkjunar 58 milljarðar og eiginfjárhlutfallið 32,9%. Að miðju árið 2006 eigið fé Landsvirkjunar 51 milljarður, 51,1 milljarður og eigið fé 23,5%. Þannig að borgarfulltrúinn skautar einhvern veginn framhjá bara þeim staðreyndum og væntanlega veit hann, eins og flestir vita, að Landsvirkjun telur fram í erlendri mynt, telur fram í dollar og tekur ákvörðun það og gerir það ef ég maður rétt árið 2007. Árið 2007 dollar einhvers staðar í kringum 60-65. Dollarinn í dag að skauta einhvers staðar upp á milli 215 og 230. 115 og 130. Þannig að þessi staðreynd að Landsvirkjun telur fram í dollar hefur mestu áhrif á þróun eiginfjár fyrirtækisins á undanförnum árum. Þannig að mér finnst þessi svona matreiðsla upp úr þessari bók sem borgarfulltrúinn væntanlega lítur á sem einhvers konar matreiðslubók fyrir sig, þar sem hann getur kryddað það sem þar stendur eins og honum listir, algjörlega óviðeigandi. Og hann talar síðan þetta bréf Landsvirkjunar einnig með mjög misvísandi hætti. Vegna þess til dæmis að lífeyrisskuldbinding Reykjavíkurborgar, hún væri 26 milljörðum hærri ef ekki væri það bréf sem kom út úr þessum viðskiptum og það lagt inn í lífeyrissjóð starfsmanna Reykjavíkurborgar. Og þetta bréf hefur nefnilega, ólíkt því sem að borgarfulltrúinn væntanlega hefur gert sér grein fyrir, hefur skilað ekki bara gjaldfærslum eins og gert var á síðastliðnu ári, þar sem að gjaldfærslan var, hún var 2011 1,5 milljarður en tekjufærslan árið 2008 og 2009 var 1,1 milljarður fyrir árið og 1,5 milljarður árið 2009. Þannig að þetta svona að einhverju leyti jafnar sig út og þegar menn horfa á lífeyrisskuldbindinguna þá má ekki gleyma því að stór hluti hennar eru auðvitað launaþróun og tryggingafræðilegar forsendur vegna útreikningar vegna breytts lífaldurs lífeyrisþeganna og starfsmanna Reykjavíkurborgar. Þannig að þarna verið að taka út í þessu viðtali á forsíðu Fréttablaðsins nálgast mál með akkúrat þeim hætti sem ég myndi ætla að þessi skýrsla sé að segja okkur að gera ekki. Það sé að koma heiðarlega fram, en þetta var óheiðarlega framsett, svo ég noti nú eitt lýsingarorð enn yfir þessa framgöngu borgarfulltrúans Dags B. Eggertssonar í þessu máli. Borgarstjóri kom hérna aðeins inn á þennan samanburð sem að gerði í skýrslunni á kjörum borgarfulltrúa hér á Íslandi og það borið saman gjarnan við borgarfulltrúa í öðrum löndum í Skandinavíu og þá sérstaklega við Noreg. Og það stendur hér í skýrslunni að það sé úttektarnefndin telji tilefni til að endurskoða starfsskyldur, það sé að borgarfulltrúa vegna fjölgunu þeirra samkvæmt sveitarstjórnarlögum og bendir á það fyrirkomulag sem á Norðurlöndum. Ég verð að segja, það má gjarnan fara yfir það. Ég hef ekkert á móti því að skoða séu starfsskyldur borgarfulltrúa og skoða séu laun borgarfulltrúa.
Mér finnst það einhvern veginn eigi ekki að vera endilega sko að mínu færi að vera að ræða það hvaða laun ég hafa eða hvað starfshlutfall ég á að hafa. Ég vil þá að segja það að það sem að til dæmis fyrirkomulag eins og í Noregi, þar sem að þeir sem eru formenn ráða, formenn borgarráðs og svo sveitastjórar, þeir hafa gríðarlega há laun, eins og borgarstjóri kom hérna inn á áðan, talsvert miklu hærri laun heldur en borgarstjórinn hér í Reykjavík eða aðrir þeir sem eru með formennsku hér í nefndum og ráðum. En minnihlutinn hefur það ekki. Hann fær bara greitt fyrir þá fundi sem hann sækir og þá erum við komin með verulega ólíka aðstöðu fyrir minnihluta annars vegar og meirihluta hins vegar. Og það svona út af fyrir sig þarf auðvitað frekar skoðuna við, en það út af fyrir sig nokkuð sem að mér geðjast alls ekki ekki síst það sem að við leggjum áherslu á það að þetta sé fjölskipað stjórnvald og að allir kjörnir fulltrúar eigi að koma að ákvörðunartöku innan sveitarfélagsins, enda þótt talsvert vanti á að það sé reyndin. Og borgarstjórinn kom hérna jafnframt inn á það sem að stendur hlutverk borgarstjórans. Og mér finnst það vera að mörgu leyti ágætis samantekt, en samt sem áður hefði ég jafnframt viljað það að nefndin hefði tekið þetta talsvert dýpra heldur en hún gerir. Vegna þess að það farið hér yfir það að það sé, eins og hér stendur í skýrslunni, óheppilegt að það sé einhverju leyti valkvætt með hvað hætti æðsti embættismaður borgarinnar hagar aðkomið sinni að því verkefni að vera borgarstjóri, og þetta fjalla á blaðsíðu 14 og 59 og blaðsíðu 76. Og ég verð að segja það að ég að verulegu leyti svona ósammála því að það sé bara óheppilegt. Ég tel að það sé bara hreint og beint óásættanlegt. Það sé ekki heldur í samræmi við lög og reglur, og þá ég nú hugsað til dæmis bara hér það sem að stendur í samþykktum með stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar, því að þar stendur í 73. grein ráðningu borgarstjóra, með leyfi forseta: borgarstjórn ræður borgarstjóra til þess að annast framkvæmd ákvarðana borgarstjórnar og verkefni Reykjavíkurborgar, og svo framvegis. Og í 74. grein stendur: hann sér einnig að ákvarðanir þær sem teknar eru af hálfu borgarstjórnar og annarra nefnda komist til framkvæmda af borgarstjórn, hafi borgarstjórn ekki falið það öðrum. Nú, það er svo gagnrýni sem að framkemur hérna í skýrslunni snýr fyrst og fremst að framkvæmda þættinum. Verkefni borgarstjóra talið vera þríþætt. Það er sem sagt að koma fram opinberlega fyrir hönd borgarinnar, vera hinn pólitíski leiðtogi og vera framkvæmda stjóri borgarinnar, og það er sem sagt framkvæmda þátturinn sem að gagnrýnt hér að borgarstjórinn sé ekki sinna með þeim hætti. En það er akkúrat framkvæmda þátturinn sem er sérstaklega tekinn fram bæði í samþykktum borgarinnar og sömuleiðis í sveitarstjórnarlögum. Það sem að hlutverk borgarstjóra auðvitað fyrst og fremst að sjá að framkvæma, og þar stendur með leyfi forseta 54. grein ráðningu framkvæmdastjóra: sveitarstjórn ræður framkvæmdastjóra til að annast framkvæmd ákvarðana. Það stendur ekkert annað, það stendur ekkert það þannig að koma fram opinberlega þannig yfir einhver pólitísku leiðtogi, það er bara að framkvæma. Og þannig að mér finnst það heldur grund og heldur tiplað á tánum af hálfu úttektarnefndarinnar að taka ekki bara á því eins og það er og tala að það sé bara óheppilegt. Og það stendur nefnilega á blaðsíðu 59: einkum varðar það sem snýr að starfi hans, það er að segja borgarstjórans, sem framkvæmdastjóra Reykjavíkurborgar. Og ég náttúrulega verð að horfa sérstaklega á þennan þátt, og sömuleiðis stendur hérna að öllum þessum hlutverkum sem ég nefndi áðan sem að borgarstjórinn á að sinna, en á heimasíðu borgarinnar tekið fram að þær séu bæði fastar og valkvæðar. Ég hefði bara getið ekki eftir þessu, svo ég fletti upp á því heimasíðu borgarinnar hvort það veri rétt að það stæði þar að hlutverk borgarstjóra væri einhverju leyti valkvætt. Hann geti bara ákveðið það að vera ekki framkvæmdastjóri borgarinnar, ætlaði bara að koma fram fyrir hennar hönd opinberlega og bara svona til fyrirgefi, og borgarstjóri nú ekki að gera lítið úr þinni persónu, en það er bara ekki nóg að henda sér út í sundlu og allt í lagi, sko. Þannig að það er bara svona, mér finnst að þessi úttektarnefnd hefði átt að taka þá fastar á þessu, og
Ég vil þá gagnrýna það hér og benda ykkur á það að það er ekki hægt og ekki við hæfi að á heimasíðunni skuli standa að það sé valkvætt með hvaða hætti þessi störfum sýnt. Auðvitað mun hver og einn borgarstjóri leggja sitt mark á borgina og auðvitað mun hann koma fram fyrir hennar hönd og setja þá ákveðið mark líka á það með hvaða hætti borgin kemur fram opinberlega. En það er hins vegar, það er ekkert valkvætt í því hverju verið að sinna, bæði samþykktir borgarinnar og sveitarstjórnarlög segja algjörlega skýrt það. Ég finnst líka að svona tengingin á milli þess sem að hér er gagnrýnt, það er að segja að miðlæga stjórnun sé ekki nógu skýr og að formenn ráða séu að sækja vald sitt til að fyrirgeða sviðsstjóra segja að sækja vald sitt til formanna ráða í staðins að sækja vald sitt til borgarstjóra samkvæmt skipuriti borgarinnar auðvitað. Og borgarstjóri sagði hérna áðan þetta bara ágætt að formenn sinntu ráðunum sínum þannig velvæntanlega, hann þurfti ekki að hafa miklar áhyggjur af því og hann hefði samband við þessa formenn og gott og vel en það er bara ekki skipurit borgarinnar. Ef að borgarstjórin kýs að haga þessum starfsferlum með þessum hætti þá er náttúrulega verður að breyta skipuriti borgarinnar og gera það þá með mjög formlegum hætti og þá bara að þeir formenn nefndana sem að hér á við taki það bara vald til sín og sviðsstjórar átti sig á því að þeir eru þar með ráðnir af formennum ráð en ekki borgarstjórunum í Reykjavík. En hér er talað það að borgarstjórinn sinni ekki öllu leyti sínu starfi og að formenn ráða vegna þess að miðlæg stjórnun er veik að þá hafa formenn ráða tekið yfir hlutverk borgarstjóra gagnvart sviðsstjórum borgarinnar. Mér finnst þetta vera skýr ábending sem að fram kemur í skýrslunni sem við verðum auðvitað að taka tillit til og endurmeta þá eða taka fastar á því skipuriti og þeim vinnuaðferðum sem við viljum viðhafa hér í borginni hvað þetta varðar vegna þess að eitt leiðir af öðru. Þetta er ekki svo að borgarstjórinn geti lagt valið það að sinna ákveðnum þáttum í hans starfi en að það hefði svo engin áhrif eins og til dæmis það að hann sýni ekki það að hann sé framkvæmdastjóri og taki á þeim málum sem þarf að taka á. Það er æði margt annað sem að ég vildi nefna hérna en auðvitað flýgur tíminn frá manni þegar maður er komið hérna upp í ræðustól. Ég vil þó sérstaklega benda borgarfulltrúum sem eru með bókina hérna fyrir fram að sig á blaðsíðu 46 þar sem að stendur með leyfi forseta að mati úttektarnefndarinnar er ósamræmi varðandi hvaða aðili ber ábyrgð á ráðningu tiltekinna starfsmanna í stjórnsýslunni og ber það þess merki að pólitísk sjónarmið komi til álita við ráðningar þessara starfsmanna. Þetta er gríðarlega svona sterkur texti sem að hérna er lagður fram sem að við verðum auðvitað að bregðast við. Ég vil þó taka það fram að þetta er ekki alveg eins framsett hérna í samantektinni, því að eftir kaflanum kemur samantekt eins og þið þekkið sem hafa verið að lesa þetta. Hérna stendur í samantektinni með leyfi forseta þörf er á að reglur ráðningar tiltekinna starfsmanna borgarinnar verði samræmdar einkum með það leiðarljósi að draga úr hættu á að pólitísk sjónarmið ráði við ráðningar þessara starfsmanna frekar en fagleg sjónarmið. Þarna er náttúrulega ekki alveg eins sterkt orðalag þar sem að hér stendur eins og lagði áðan ber þess merki að pólitísk sjónarmið komi til álita. Þetta verður að fara vel yfir. Ef að úttektarnefndin telur sig sjá það að pólitísk sjónarmið séu einhvers staðar uppi við þar sem að verður að ráða fólk til starfa, þá náttúrulega verðum við að fara vel yfir það. Mér finnst að sumu leyti að þá eru hérna ábendingar til okkar sem að erum að starfa í ráðunum það að eftirlitshlutverk okkar sé ekki nægilega skýrt. Það er að segja að við erum ekki að sinna því að hafa eftirlit með því til dæmis hvað er keyptir inn á sviðin og erum ekki væntanlega að leita eftir upplýsingum eða kalla eftir þeim. Sviðsstjórar eru jafnframt ekki að upplýsa ráðin það með hvaða hætti þeir eru að annast innkaup. Ég vil taka strax mjög mikið mark á þessu og auðvitað finnst mér þá að við sendum þessi skilaboð út til ráðana og til sviðana og óskum eftir því að farið verði yfir þetta.
Samt sem áður vil ég láta það fylgja með að mér finnst svolítið óþægilegt að það skuli þá ekki tekið bara sérstaklega fram hvaða ráð það eru sem að þannig háttar til Ég hef einhvern veginn ekki trú á því að það eigi við öll ráðin. Þau eru mjög mismunandi stór. Það er mjög mismunandi kúltúr inn á sviðunum og mismunandi kúltúr inn í ráðunum. Og hann getur náttúrulega breyst eftir svona kjörtímabilum og eftir sviðsstjórum og formönnum og svo framvegis. En það engu að síður mjög ólíkt og það þekkja allir sem að starfa inn á sviðum og í ráðum borgarinnar. Þannig að ég segi það að auðvitað munum bara fara yfir þetta með tilliti til með tilliti til þeirra ábendinga sem koma fram, en það hefði auðvitað verið betra að dýbra farið í þetta. Það stendur til dæmis varðandi vöru, þjónustu og verkefni frá borginni. Með leyfi forseta að mati útsendarnefndarinnar skortir nokkuð á að kjörnir fulltrúar sinni skyldum sínum sem eftirlitsaðilar og virðast þeir lítið hafa leitað eftir upplýsingum innkaupamál. Og þetta auðvitað mjög alvarlegt. Ég reyndar les þetta upp vegna þess að ég hnaut það að formaður úttektarnefndarinnar kom í viðtal og hann orðaði þetta með öðrum hætti. Og þar sem hann orðaði þetta með þessum hætti, með leyfi forseta, hann segir, það segja formaðurinn, en hins vegar skortir verulega á eftirfylgni og að henni kjörnir fulltrúar sinni því eftirlitshlutverki sem þeim ber samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar. Nú geta sumir sagt að þetta sé nú kannski potato og þetta sé nú svona farið út í svolítið smáatriði, en það engu að síður svo að þegar svona skýrslur eru lagðar fram, opinberar skýrslur, við að taka þær alvarlega og fara vel yfir þetta, þá verður við jafnframt að biðja það að tilvísanir og orðalag sé þá tekið úr skýrslunni og það sé ekki farið út fyrir það. Þannig að ýmsar spurningar hafa vaknað við lestur þessarar skýrslu, bara með svipum hætti og borgarstjóri fór yfir hér áðan að hann sagði að hann myndi þakka fyrir það að fá undirgögn varðandi ýmsa hluti og ég vil taka undir það með honum. Ég vil taka undir það að sumt af því sem hérna lagt fram eins og til dæmis varðandi súluritinn og borgarstjóri minnti hér á súlurit sem að sýnir útgjaldaþróun miðlægrar þjónustu og það rétt að skoða til dæmis það súlurit með tilliti til útgjaldaþróunar við yfirstjórn fagráða og þá sér maður að þetta einhvern veginn lítur öðruvísi út og það voru náttúrulega skipulagsbreytingar sem að víða hafa ruglað slíkan samanburð. Skipulagsbreytingarnar sem að hérna sérstaklega farið yfir og sérstaklega tekið fram að þær ekki skilað þeim árangri sem eftir var sótt og ég vil auðvitað taka undir það. En ég hefði gjarnan viljað að það hefði farið svolítið dýpra ofan í það að hálfu nefndarinnar þar sem að nefndin hefði lagt mat á það hvort að þetta hafði skilað betri þjónustu. Ég þeirra skoðunar að til dæmis að hið mikla umhverfis- og skipulagsráð sé miklu flóknara, miklu erfiðara og muni skila verri þjónustu. Ég held líka að skóla- og frístundaráð eins og það orðið risastórt í dag skili verri þjónustu. Það skilar engum sparnaði að því virðist hér af hálfu eins og nefndin segir, að hún minnsta kosti segir að hún geti ekki séð að svo sé. Og slíkar skipulagsbreytingar hafa ekki skilað betri þjónustu. Þær hafa hins vegar skilað mikilli óvissu meðal starfsmanna. Ég hef talað það hér áður í borgarstjórn að einmitt að þessar skipulagsbreytingar og það var reyndar af því tilefni að verið var að sameina umhverfis- og samgönguráð með skipulagsráði og framkvæmd og eignarráð eða framkvæmd og eignarhlutin var settur, framkvæmdarhlutin var settur hérna undir líka. Og ég gagnrýndi það að þetta kallaði á mikla óvissu meðal starfsmanna og ég sé það að nefndin hefur komist að sömu niðurstöðu. Það nefnilega svo að mönnum hættir til að falla í einhverja möntru, einhvern söng það að hér hafi ríkt gríðarleg óvissa á síðasta kjörtímabili vegna mikillar pólitísks óróa og ég tek undir það. Það voru þetta allt of borgarstjóra skipti hér og það gekk á ýmsu. En svo óvissa sem að hér hefur verið sköpuð á þessu kjörtímabili með þessum miklu breytingum á skipuriti borgarinnar hafa kallað á mikla óvissu hjá starfsmönnum borgarinnar og það hefur ekkert verið síðra að mati þeirra starfsmanna sem ég hef talað við. Það hefur ekkert verið síðra og heldur verra á sumum sviðum heldur en sá órói, pólitíski órói eða afleiðingar þess pólitíska óróa sem að hér var á síðasta kjörtímabili. Ég kemst ekki lengra yfir þetta á þessu stigi.
En hérna allan svona að fylgjast með bara umræðunum og hugsanlega kemur upp og eftir að ræða þetta frekar. Ég hlakka til að fá þennan kafla sem fjallar skipulagsmálin inn í umhverfis- og skipulagsráð og sömuleiðis inn í svæðisskipulagsnefndina, samvinnunefndina svæðisskipulag á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að við getum farið yfir þær ábendingar, gagnlegar mjög, sem að þarna koma fram. Ég hef miklar áhyggjur af því til dæmis að það svæðisskipulag sem nú er verið að fara yfir og bráðlega verður samþykkt af öllum líkindum, að það muni breyta sáralitlu og kannski bara ekki nokkrum sköpuðum hlut þegar það kemur að íbúaþróun svona eins og við höfum horft upp á hana á síðastliðnum árum, því miður. Ég held að sumu leyti að þá sé óumflýjanlegt að við göngum miklu lengra í sameiningu og samvinnu í starfskröftum, bæði hvað þetta varðar og kannski líka hvað varðar velferðarmálin heldur en gert hefur verið fram til þessa, en ég sé engar blíkur á lofti að slíkt standi til. Nú er minn tími búinn, þannig ég ætla nú að hætta hér, en ég lít svo á að þetta sé bara fyrsta ræðan af mörgum þessa ágætu skýrslu úttektarnefndar borgarstjórnar á stjórnkerfi og stjórnsýslu Reykjavíkurborgar og endurtek þakkir til þeirra sem að hana unnu. Þá hefur borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að fá að taka undir með borgarstjóra þakkir til úttektarnefndarinnar og taka undir að það er mjög mikill fengur að úttektinni. Þetta er auðvitað langviðamesta úttekt á stjórnsýslu sveitarfélaga sem ráðist hefur verið í á Íslandi og einnig í sögu Reykjavíkurborgar. Við erum hins vegar ekki alveg nýgræðingar. Við fengum hér á síðasta ári úttekt á orkuveitunni og orkuveitumálunum. Við höfum verið að gera stjórnsýsluúttektir á byggðasamlögum, þannig að þessi skýrsla eins og hinar verður, og það er ábyrgð okkar hér að nýta þetta til umbóta. Raunar er rétt að halda því til haga sem hvergi kemur fram í skýrslunni að þessi úttekt kannski skilur sig svolítið frá ýmsum öðrum úttektum sem hafa verið að birtast eftir hrun á ýmsu, hvort sem við lítum til rannsóknarskýrslu Alþingis, til úttektar þingmannanefndarinnar, til orkuveituúttektarinnar, að hér er meginniðurstaðan eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson rakti, að í meginatriðum sé stjórnskipan og stjórnsýslu á Reykjavíkurborg komið fyrir með ásættanlegu hætti þó það séu ýmsar ábendingar sem að nefndin gerir. Og það er verkefni okkar núna að vinna úr þessum ábendingum, taka umræðuna og dýpkana og tryggja það að þetta leiði til góðs. Það eru bæði mjög áhugaverðar og gagnlegar upplýsingar í skýrslunni. Mér finnst samantekt á ýmsri útgjaldaþróun vera þar á meðal. Það er svolítið áhugavert við hana að hún gengur svolítið gegn því sem gjarnan er glamrað í umræðunni á þess að tölur séu tilreiddar til að halda þeir fram, en á blaðsíðu 33 sést til að mynda mjög skýrt að útgjaldaþróun vegna pólitíska stjórnkerfisins, þar að segja borgarstjórnar, ráða, skrifstofu borgarstjórnar og svo framvegis hefur lækkað stig af stigi frá 2007 og fer úr 445 milljónum í 296 milljónir á föstu verðlagi og þó að það sé ekki dregið fram eða rökfært þannig í skýrslunni, sem við höfum örugglega eftir að fá tækifæri til að spyrja betur út í, að þá er þetta auðvitað bein afleiðing af sameiningu nefnda, fækkun nefnda og er dæmi sparnað sem af því leiðir. Það er líka rétt sem að hér hefur verið nefnt að hér er ýmsu hrósað, eins og til dæmis fjármálum og framkvæmd fjárhagsáætlunar af hendi borgarráðs, einkum á seinni hluta þess tímabils sem til skoðunar er, eins og nefndin orðar það. Og
þróun miðlæra stjórnsýslu hlýtur að teljast til þess sem eru ein helstu tíðindin í skýrslunni, einmitt að því að þar hafa verið svo miklar fullyrðingar í aðra átt, en á blaðsíðu 54 hún rakin og hefur hún farið lækkandi stig af stigi frá 2008, eða hálfan milljarð alls. Og það auðvitað til marks það að hér þegar hert hefur að í fjármálum að þá hefur verið sparað í yfirstjórninni en reynt að verja þjónustuna og það gott. Þetta og önnur svona atriði sammerkt að það þarf auðvitað að lesa þetta í samhengi, fara yfir þetta, spurja frekar og draga síðan ályktanir. Það á líka við útgjaldaþróun yfirstjórnar fagsviðina sem á blaðsíðu 67 og það vekur sérstaka athygli að árið eftir stóru stjórnkerfisbreytingarnar 2005 þá fellur kostnaður við reksturs fagsviðina mjög og þó hún hækki svo aftur til ársins 2008 og byrja síðan aftur að lækka. En ég vildi hér gera svolítið umfjöllunarefni kaflann sem fjallar skipulagsmálin. Ég sammála því að hann gríðarlega áhugaverður og tekur á þessu heildstætt, þar sem fjallar svæðisskipulagið fyrst og síðan aðalskipulagið og bæði hina pólitísku umræðu og framkvæmd ákvarðana. Í stuttu máli, og ég vona mér fyrirgefist að ég reyna að einfalda myndina, að þá sagt að spárnar íbúaþróun, íbúðafjölgun sem lágu svæðisskipulaginu og aðalskipulaginu til grundvallar kringum 2000 hafi staðist. Og framkvæmdin framan af þessu tímabili frá 2002 til 2011 hafi verið ábyrg. Með öðrum orðum, talið lóðaskort átti sér ekki stoð og rök og reyndist í raun hið mesta feigðarflan þegar að farið var í það að framkvæma á árinu 2006 til þess að mæta hinum meinta lóðaskorti. Og eins og fram kemur í skýrslunni þá var oft vísað til samkeppnisumhverfis sem væri í starfi sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og það beinlínis sagt að hér hafi borgin leiðst út í lóðakapphlaup og ein birtingarmyndin var líka ákveðið ábyrgðarleysi gagnvart svæðisskipulaginu og breytingum á þeim og þeim var öllum hleypt í gegn. Og það rakin ákveðin og ágætis dæmi það. Það líka rakin í raun átakasagan það þegar að farið var að úthluta hraðar en spárnar gerðu ráð fyrir á árinu 2006 og 2007 en þó rétt að halda þetta til haga í kjölfar mikilla gagnrýni og meðal annars tillagnum að farið væri í áhættumat vegna skipulags og úthlutunar á nýjum svæðum í Geldinganes og Úlfarsárdal. Raunar voru þær tillögur ekki afgreiddar, heldur bara stungið undir stól, en eitthvað hefur gagnrýnin hugsanlega bitið vegna þess að þó að það hafi verið fyrsta verk þáverandi meirihluta eftir að hann tók við að ákveða að hraða uppbyggingu í Úlfarsárfelli og hefja deiliskipulag á Geldinganesi, að þá var það ekki nema hluta til gert og sem betur fer. Ég veit ekki alveg hvernig staðan væri ef við sætum líka uppi með óbyggt Geldinganes en ekki bara stöðuna eins og hún hefur verið í Úlfarsárdalnum. En þetta allt saman vel rakið og ég held að það nægir raun ekki að fara yfir þetta í umhverfis- og skipulagsráði Reykjavíkur, heldur eigum við að beita okkur fyrir því að þetta verði tekið fyrir í bæði stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu og í svæðisskipulagsnefndinni, þannig að það verði dregnar réttar ályktanir af þessu og ég tek fram að það getur meira en verið að þessi mismunandi sýn á þessa hluti en þessi kafli allavega mjög athyglisverður
og ófá dæmi sem að þarna eru rakin það sem að betur mætti fara, og vegna þess að umræðan ofboðslega fljót að komast aftur yfir á lóðaskortsstigið, vegna þess að það er stundum gripið í gamlar tuggur, ef ég má orða það svoleiðis, að þá held ég að þetta sé býsna holl lesning. Býsna holl lesning. Stærsta einstaka málið sem svo fær umfjöllun í skýrslunni salan og hlut Reykjavíkurborgar í Landsvirkjun. Og ég heyrði vel þau ítrekuðu stóryrði sem að borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson lét frá sér fara varðandi Fréttablaðsins síðastliðinn föstudag söluna á Landsvirkjun. Og mér finnst raunar nokkuð merkilegt að borgarfulltrúar skuli ekki, sem að svona telja sig, þurfa að grípa til stóryrða í svona, skuli ekki láta svo lítið að kanna málavexti eitthvað örlítið, vegna þess að viðtalið sem að birtist við mig í Fréttablaðinu var í tilefni af umræðum ársreikning og Landsvirkjunarskuldabréfið svonefnda var unnin miðvikudaginn 1. maí að meginstofni, þar sem rætt var annars vegar við mig og hins vegar við fjármálastjóra Reykjavíkurborgar. Sú frétt, það náðist ekki fullvinnuna og það var ákvörðun blaðamanns daginn eftir að tengja hana við niðurstöður úr þessari úttektarskýrslu, og það var alls ekkert upplegg af hálfu þess sem hér stendur. En ég get hins vegar alveg skilið þá ritstjórnarlegu ákvörðun að tengja þetta saman, vegna þess að það sem ég var að draga fram í umræðum ársreikningin var að það gjaldfærsla árið 2012 og 2011 upp á 1,5 milljarð. Við erum að greiða með skuldabréfinu sem kom sem greiðsla fyrir hlut okkar í Landsvirkjun, og fyllsta ástæða í því samhengi til þess að rifja söluna upp. Það eru auðvitað enn frekari ástæða til þess að rifja söluna upp þegar við höfum fyrir framan okkur þá umfjöllun sem hér það mál hjá úttektarnefndinni. Því eins og nokkuð ítarlega rakið að þá má segja að öll þau varnaðarorð og ábendingar sem hafðar voru uppi ófullkomleika verðmatsins, hversu alvarlegt það væri að framtíðartekju- og vaxtamöguleikar Landsvirkjunar væru ekki metnir, hversu alvarlegt það væri að næmigreiningin sem þó lá til grundvallar hefði ekki verið höfð mikið meira í huga, og í raun og veru þegar þetta lesið, hvaða var mikið slys að tillaga Samfylkingarinnar það að samningarnir sem gerðir voru væru ekki samþykktir hér í sölum borgarstjórnar heldur sest aftur við samningaborðið, að það var mjög mikið slys að meirihlutinn skyldi ekki hafa í raun karakter til þess að horfast í augu við það að það var nauðsynlegt. Þó var það þannig á þessum tíma að þáverandi borgarstjóri Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson viðurkenndi í Fréttablaðinu að hann hefði ekki séð verðmatið sem á þeim tíma sagði að alltaf 91 milljarður ætti að fást fyrir þetta en ekki 56. Þannig að þetta mál var auðvitað allt með endæmum og hagsmunirnir sem þarna í húfi, þegar hér fundið að því að ég hafi nefnt eigið fé Landsvirkjunar núna sem kringum 200 milljarðar án þess að ríkið hafi þurft að leggja nokkuð til fé, að þá var það vegna þess að ég vildi fara varlega inn í þessa umræðu. Það ekkert launungarmál að bæði greiningafyrirtækið Gamma, Viðskiptablaðið í sjálfstæðum útreikningum, reiknuðu síðla árs 2011 það út að verðmat Landsvirkjunar ætti að vera nær 300 milljörðum. Ég
notaði ekki þá tölu heldur nefndi bara eigið féð því að það getur líka verið ein eðlileg viðmiðunin en það nægir í raun ekki þegar verið að verðmæta fyrirtæki á borð við þetta að horfa á einhverja eina punktstöðu. Heldur hlýtur að verða eins og bara í afleiðusamningum og raforkusölusamningum sem Landsvirkjun sjálfa gera að horfa á líklega þróun raforkuverðs í heiminum þegar fyrirtækið er metið. Og það var nákvæmlega það sem að við vorum að benda á við söluna 2006 og lögðum fram gögn því til stuðnings og ég verð að segja að meira eða minna allt sem að þar var á bent tiltekið með einhverjum hætti hér af úttektarnefndinni og þó að það sé eins og annað í úttektarnefndinni mjög stillt í hóf þá vil ég bara beina því til þar að segja orðalagið hófstillt en hagsmunirnir, hverjir eru þeir? Hverju munar? Jú, það munar cirka 1, 2, 3 Icesave 3 samningum. Það getur munað svona 20, 40, 60 milljörðum fyrir borgarbúa og borgarsjóð sem eru auðvitað margfalt meir en alla lífeyrisskuldbindingar borgarsjóðs og þetta eru gríðarlegir hagsmunir og ég held að og beini því bara til borgarfulltrúa allra að það verði að fara rækilega yfir þetta mál aftur, skoða samningana sem gerðir voru. Það reyndar tilgreint hér í úttektarskýrslunni að því miður þá virðist við minnst fyrsta lestur ekki vera nein ákvæðum að taka samningana upp en ég held að við hljótum að verða að velta því fyrir okkur hvort að borgarstjórn verði ekki að setja í gang vinnu með hvaða hætti væri hægt að gera það. Við verðum að spyrja, hugsanlegt að einfaldlega í samningum við ríkið að þessi kaup eða sala verði látin ganga tilbaka? Ekki að minnsta kosti eðlilegt að þetta skuldabréf með breytilegu vöxtunum sem var nú mikið gagnrýnt bæði af lífeyrissjóðnum og minnihlutanum í borgarstjórn verði að taka breytingum eða söluverði sjálft. Það minnsta kosti ekki hægt út frá hagsmunum borgarsjóðs og borgarbúa bara að horfa á þessar niðurstöður, yppa öxlum og segja gert, étið það sem étið og svo framvegis. Í mínum huga það ekki hægt og þetta hlýtur að vera eitthvað sem við þurfum að fara mjög vandlega yfir eins gríðarlega miklir hagsmunir og þarna í húfi. En við skulum gefa okkur tími í það og ég skal bara taka það algjörlega til greina. Við skulum ekki nota stærri orð en tilefni til í því og ég tel mig ekki hafa gert það. Hvorki í því sem eftir mér haft skuldabréfið í þessari frétt í fréttablaðinu vegna þess að það verðmat sem hefur verið kynnt opinberlega og miklu hærra heldur en eigin fé Landsvirkjunar að það gefur auðvitað tilefni til þess að spyrja spurninga miklu hávarar og fastar heldur en hér gert. Við skulum bara einfaldlega gefa okkur tíma til að fara mjög vandlega yfir þetta mál og hvernig hægt að fara í það. Ég vil svo taka undir að það auðvitað athyglisvert að hvernig fjallað fjármálastjórn borgarinnar í úttektinni og margt nefnt þar sem að hafi tekist vel og eins og ég segi þetta yfirlit yfir þróun á kostnaði við ráðhúsið eða miðlæga stjórnsýslu auðvitað eina megin niðurstöðum skýrslunnar. Ég get svo ekki látið hjá líða að nefna aðeins siðareglukaflann. Ég held að
Innleiðingin þar, við þurfum að taka hana fastari tökum. Þar var auðvitað beðið eftir lagastoð í nýjum sveitarstjórnarlögum sem núna komið og það gert ráð fyrir því að siðanefnd verði sett upp innan Sambands íslenskra sveitarfélaga og það ekki ennþá orðið og ég held að það skýri að hluta til þar sem bent á hér varðandi innleiðinguna. En það fyllsta ástæða til þess að fara vel yfir ábendingar nefndarinnar hvað þetta varðar og gera betur þar sem það hægt. Svo eigum við auðvitað eftir, eins og hér hefur verið komið inn á, umræðan hlutverk kjörinna fulltrúa í ljósi mismunandi leiða sem farnar eru á Norðurlöndum og við höfum tekið þá umræðu áður og það hægt að hafa ýmsar skoðanir á því. Ég hallast að því að við eigum ekki að fjölga borgarfulltrúum í borgarstjórn fyrir næstu borgarstjórnarkosningar, heldur gefa okkur tíma í þessa umræðu svo skellur út af fyrir sig lagaskyldan á, en þá verður hægt að fara yfir ábendingar nefndarinnar hvað þetta varðar og annað, því að þarna það alveg rétt hjá nefndinni að það þarf að vera samsvörun í bæði ábyrgð, skyldum, kjörum, fjölda og skipulagi hins pólitíska kerfis. Að endingu þá vonast ég til þess að í sama góða anda og við unnum með tillögu Þorleifs Gunnlaugssonar borgarfulltrúa að úttektinni og samþykktum hana í borgarráði og ræddum í borgarstjórn að þá munum við bera gæfu til þess að vinna skipulega og sameiginlega að þessu eftir að vera búin að eiga betri orðastað við nefndina og fara dýpra ofan í einstaka þætti sem hér eru nefndir. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og þá borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir næst á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil eins og aðrir byrja á að þakka úttektarnefndinni og starfsfólki hennar fyrir mjög góða, aðgengilega og innihaldsríka skýrslu. Það svolítið eins og þetta sé dagur gamalla tillagna Vinstri grænna. Þegar búið að samþykkja eina og hér erum við að sjá afurð annarar. Þessi skýrsla afurð tillögu sem að forveri minn Þorleifur Gunnlaugsson flutti hér í borgarstjórn stuttu eftir að rannsóknarskýrsla Alþingis kom út. Upphaflega tillagan var reyndar mun róttækari og gerði ráð fyrir mun ítarlegri úttekt. Þar stóð meðal annars til að kanna hvort að nálægð stjórnmála og stjórnsýslu við atvinnu- og viðskiptalíf hefði haft einhver áhrif á ákvarðanatöku og stefnumörkun borgarinnar. Eftir kosningar var tillögunni svo breytt talsvert og niðurstaðan varð sú úttekt sem nú hefur farið fram. Fyrir það ber að þakka. Skýrslan þrátt fyrir að vera ekki sú sem lagt var upp með í upphafi, fjársjóður fyrir fólk sem hefur áhuga á því að bæta stjórnmálin og stjórnsýsluna og samfélagið í Reykjavík almennt. Ég vil líka segja strax í upphafi að hér í dag munum við hvorki ná djúpum eða tæmandi umræðum skýrslu úttektarnefndarinnar. Það hefði verið best að mínu mati að bíða aðeins með umræðurnar, að gefa okkur tíma til þess að rýna skýrsluna almennilega, fá fund með úttektarnefndinni og móta okkur vel ígrundaðar skoðanir á öllu því sem þar kemur fram. Ég varð undir í skipulagningu þessa fundar og mun því gera mitt besta til þess að taka þátt í umræðunum hér í dag, en ég held að það sé samt engu að síður mjög mikilvægt að við bútum þessa skýrslu niður og tökum hana fyrir hér í borgarstjórn sem og í fagráðunum í aðeins afmarkaðri köflum. Það þarf ekki endilega að vera í sömu kaflaskiptum og eru í skýrslunni, en að við tökum fyrir afmarkaða þætti og ræðum hér ítarlega í heyrandi hljóði. Það líka mjög mikilvægt að við skoðum það af alvöru hvernig við hyggjumst bregðast við þeim ábendingum sem að koma fram og ég heyri nú ekki annað en að fulltrúar allra flokka séu tilbúnir til þess. Það hefði nú verið mikil ósvinna ef við hefðum ekki ætlað að fara eftir því sem að þarna kemur fram. En það alveg ljóst að við þurfum að breyta mörgu ef við viljum að borgin sé skilvirk, sanngjörn og gagnsæ.
þó að þarna komi fram að margt sé gott hjá borginni, að þá eru ábendingar þarna sem er mjög mikilvægt og brýnt að bregðast við. Nú, ég eins og ég sagði áðan ekki kannski útlærð í þessari skýrslu og áskil mér fullan rétt til þess að fatta eitthvað stórkostlegt eftir umræðurnar í dag og jafnframt til þess að gagnrýna eitthvað sem ég hef ekki komið auga á ennþá. Mér finnst mér svo mjög líklegt að hvort tveggja komi til með þessi stað. En í dag ætla ég að einbeita mér að því sem ég hef lesið og skilið á þessum stutta tíma frá því að skýrslan kom út. Ég ætla að fjalla mest hlutverk kjörinna fulltrúa og stjórnsýsluna, það hvað við gerum vel og það sem við getum bætt okkur í samkvæmt skýrslunni, starfsumhverfi okkar og samskipti við embættismenn. Í rauninni er það þetta sem er rauði þráðurinn í skýrslunni, því að jafnvel þó að þessi fjallað innkaup borgarinnar og skipulag og B-hlutafyrirtækin og styrkveitingar og innkaup og fjármál og eignastýringu og siðferði og ég veit ekki hvað, að þá eru bæði mistökin og það sem vel hefur verið gert alltaf mannanna verk og það er yfirleitt alltaf fólksins sem stýrir borginni eða vinnur hjá borginni. Ef við byrjum á fyrsta kaflanum sem í rauninni er þriðji kaflinn í skýrslunni og fjöllum hlutverk kjörinna fulltrúa og kjör okkar og starfsumhverfi og það hvernig við erum að standa okkur, að þá er eins og hér hefur komið fram svona ýjað að því að það þurfa að endurskoða kjör borgarfulltrúa, mögulega að við séum þá á of háum launum eða einhvern veginn of vel sett með þau störf sem við höfum. Þess er ég hjartanlega ósammála og þarna er verið að tala að sérstaklega þurfa að gera þetta með tilliti til þess að borgarfulltrúar sé að verða 23. Jafnvel þó að borgarfulltrúum yrði fjölgað í 23 strax á næsta ári, þá væru samt sem áður 4.500 borgarbúar á bak við hvern fulltrúa. Í Björgvin eru 67 borgarfulltrúar sem gerir 1.500 borgarbúa á hvern kjörinn fulltrúa. Það er ansi mikill munur þarna á, þjónustuhlutverk okkar sem borgarfulltrúa er miklu, miklu stærra og umfangsmeira heldur en þeirra sem að vinna í Björgvin. Hér og svo vegna þess að það er verið að tala eða bera okkur saman við aðrar borgir, það sem eins komið fram hér í umræðum annarra borgarfulltrúa, mjög misjafnt á hvernig launum fólk jafnvel, fer ýmist eftir meiri eða minni hluta eða eftir því hvaða hlutverki viðkomandi gegnir, að þá tel ég það tvímælalaust kost að hér séu meiri og minni hluti á sömu kjörum. Hér erum við með kerfi þar sem að allir eru í fullu starfi en ekki bara sumir og það tryggir hið fjölskipaða stjórnvald sem er grundvöllur lýðræðislegrar ákvarðanatöku hér í Reykjavík. Það er líka þannig að ef við ætlum ekki að bjóða upp á fullt starf fyrir borgarfulltrúa, að þá er það ekki fyrir hvern sem er að bjóða sig fram. Það er alveg á hreinu að fólk er misvel í stakk búið, bæði eftir stétt, stöðu, kyni og fjölskyldusamsetningu, uppruna, föllun og svo framvegis, að taka að sér aukastarf. Og ef að borgarstjórnarstarfið verður aukastarf, að þá er það ekki fyrir hvern sem er að taka þátt í þessu og það held ég sé ekki gott fyrir lýðræðið. Í skýrslunni er verið að bera saman stjórnarfyrirkomulagið hjá okkur og svo í mismunandi borgum á Norðurlöndunum, svipað stóru, og það er pínulítið snúið, eiginlega bara mjög snúið. Á höfuðborgarráðstefnu sem ég hef sótt undanfarin ár, að þar höfum við gert ítrekkaðar tilraunir til þess að bera saman hvernig við erum að reka þær borgir sem við komum frá og endum mjög oft í blindgötum, bara svona svipari blindgötu og þegar ég reyna að útskýra íslenska nafnakerfið fyrir útlendingum. Það eru svona einhverjar ákveðnar forsendur sem maður endar á að skilja ekki. Þess vegna kann ég mjög vel að meta þá tilraun sem gerð hér í skýrslunni til þess að bera saman þessi kerfi, en hún er samt sem áður ekki tæmandi. Stjórnarfyrirkomulagið í Reykjavík er kannski það snúnasta til þess að skýra eða bera saman við hin, af því að það byggir miklu frekar á hefðum heldur en skilgreindum römmum. Það er þannig að við hérna í Reykjavík myndum meirihluta eins og í þingræðisfyrirkomulaginu sem að greinda frá hérna í skýrslunni. Við skipum í borgarráð samkvæmt borgarráðsfyrirkomulaginu með hlutfallskosningu. Við skipum líka í sérstök ráð eins og í nefndafyrirkomulaginu. Samt erum við ekki með neina reglur það hvernig þessu skuli háttað. Það er ekkert sem segir
að hér eigi að vera meiri hluti, þó svo að hefðin sé svo, þá gætum við vel ákveðið það að hér væri hvorki meiri en minni hluti í Reykjavík og við höfum meira að það hefur nokkru sinnum komið til tals og synd að við skulum ekki hafa látið reyna á það. Já, og það hvernig við skipum í nefndirnar, þó svo það sé hefðbundið samkvæmt þessari hlutfallskosningu, að þá höfum við komist að samkomulagi alls konar útfærslur á því og það mjög eftirminnilegt til dæmis hvernig við skipuðum í nefndir hér eftir kosningarna 2010 þar sem að ýmiss konar kosningabandalög hefðu leitt til ólíkra útfærslna á því hversu margir fulltrúar færu fyrir hvern flokk inn í fagráði. En við komumst bara að ákveðnu samkomulagi sem að leiddi til þess að flokkarnir eiga ekkert endilega jafn marga fulltrúa í öllum fagráðunum, varamaður minn í stjórn Orkuveitunar, þetta með sjálfstæðismaður og svo framvegis, að því við bara fundum út úr þessu. Þetta var það sem við töldum sanngjarnt og gerðum þetta svona. Það líka þannig að sú hefð hefur skapast á síðustu misserum að starfshópar endurspegla ekkert endilega meiri eða minni hluta. Heldur eru þeir skipaðir fulltrúum allra flokka og það líka nýlunda sem að passar ekki inn í þá ramma sem að tilgreindir eru hér. Þetta fyrirkomulag sem við erum með hér allavega eitthvað sem að þeir sem að ég hef talað við, kjörnir fulltrúar úr öðrum borgum á Norðurlöndunum, hafa litið mjög til og þau öfunda okkur af því að hafa þetta stabíla umhverfi sem við erum að starfa í hér. En það kannski ekki þar með sagt að hér sé allt frábært, það alls ekki þannig. Athugasemdirnar sem að koma fram hérna eru þess eðlis að við verðum að taka hlutverk okkar hvert og eitt til gagngerrar endurskoðunar og við verðum að hugsa upp á nýtt hvað það sem ég að gera, ég að gera hlutina rétt eða ekki og við verðum að fara í gegnum samþykktir borgarinnar, það alveg á hreinu. Ég mjög ósammála borgarstjóra það að það sé allt í lagi að formenn fagráða virki eins og yfirmenn sviðsstjóranna. Mér finnst það bara mjög rangt og alls ekki í samræmi við það hlutverk sem hefur verið skilgreint í samþykktum borgarinnar. Þetta eitthvað sem við þurfum að taka bara miklar umræður og komast að samkomulagi vegna þess að það má ekki heldur vera þannig að það sé bara hver og einn formaður sem ákveði það hversu mikið valda hann ætla að hafa og hversu mikið hann ætla að skipta sér að rekstri viðkomandi sviðs. Það má ekki. Það eitt sem ég hefði viljað sjá meiri umræðum meiri umfjöllunum hér, það samband meiri og minni hluta. Það fjallað skilin á milli meiri og minni hluta, að átakastigið sé hátt, þau skilgreina það sem hátt, enda séu skilin ljós að meiri hlutin beri ábyrgð á stjórnun og stefnumótun og þá sérstaklega í fagráðunum. Það lítur út fyrir að þetta sé svona maður skoðar fundargerðir, en ég vil meina að áhrif fulltrúa minnihlutans séu mun meiri heldur en fundargerðirnar segja. Minnihlutinn hefur núna aðkomu að undirbúningsfundum allra ráða nema borgarráðs og það eitthvað sem við þurfum að taka til endurskoðunar að mínu mati. Og minnihlutinn getur haft mjög mikil áhrif á þessum undirbúningsfundum það hvernig tillögurnar afgreiddar, mögulega breytt þeim eitthvað eða fengið þær betur eða öðruvísi unnar. Það aftur á móti líka persónubundið, eins og svo margt annað í starfi borgarstjórnar. Eins og hlutverk borgarstjórans, eins og borgarfulltrúi Júlíus Vífill kom inn á hér, Júlíus Vífill Ingvarsson kom inn á hér áðan, að það sé svolítið borgarstjórans sjálfs að meta það að hvaða leyti hann ætla að rækja þær skyldur sem að sumir ætla og aðrir ekki. Og það aftur ekki ásættanlegt. Við þurfum að skoða þetta allt saman, við þurfum að fara yfir þetta og ég tel best og farsælast ef að forsætisnefnd yrði falið að fara yfir allar samþykktir borgarinnar núna eins og hefur komið fram hérna líka áður, liggja fyrir drög að endurskoðaðri samþykkt fyrir stjórnkerfi Reykjavíkurborgar en ég held að við þurfum að taka einn snúning á því með tilliti til þess sem að kemur fram í þessari skýrslu og passa upp á að þar sé allt sagt sem segja þarf. Það ekki hægt að fjalla allt hérna og ég ætla ekki að fjalla alla kaflana ítarlega en mig langar til þess að fjalla smá flesta þeirra. Í 4. kafla, þar sem að gerðir grein fyrir, held að sé 4. kafli, þar sem gerðir grein fyrir
stjórnkerfisbreytingum að þá það náttúrulega algjörlega galið að hér hafi farið fram 6 meiriháttar stjórnkerfisbreytingar á 11 árum. Af þessu bara einn lærdómur sem við getum dregið og hann sá að það má ekki, það bara hreinlega má ekki gera stjórnkerfisbreytingar í ágreiningi. Það betra að taka smærri skref og lenda þeim farsællega heldur en að misstíga sig, hlaupa af stað og misstíga sig og vera snúið við aftur af næsta meirihluta. Og það þurfum við líka að vera meðvituð að næsti meirihluti getur litið dagsins ljós hvenær sem Í 5. kafla fjallað eigendastefnur og afskipti kjörinna fulltrúa af B-hlutafyrirtækjum og þar ansi margt fróðlegt á ferð sem ég held að við þurfum líka að taka mjög djúpar og góðar umræður Sérstaklega finnst mér athyglisvert hvernig þau benda á afskiptaleysi kjörinna fulltrúa gagnvart B-hlutafyrirtækjunum og það verulegt áhyggjuefni. Það kallar á enn einn snúninginn á gamalgrónu ágreiningsefnið hér í þessum sal sem lýtur á skipan stjórnar í þessum fyrirtækjum. Ég algjörlega sannfærð og þessi skýrsla styrkir enn þá sannfæringu mína að það sé algjört óráð að kjörnir fulltrúar láti fyrirtæki í eigu borgarinnar óáreitt. Þessi fyrirtæki eru jú á okkar ábyrgð þegar öll á botninn hvolft. Lýsing nefndarinnar á stöðu þessara mála erlendis, sér í lagi í Noregi, kom mér á óvart. Sérstaklega vegna þess að áhugafólk svokallaðar fagstjórnir í þessum fyrirtækjum hefur talað mjög Noreg og það hversu faglegir Norðmenn eru í stjórnum þessara fyrirtækja. Það virðist sem allur gangur sé á því hvaða sýn borgarstjórnir hafa á fyrirtækin, en meginreglan virðist vera sú að þar sem samfélagslegt hlutverk í forgrunni, þar eru kjörnir fulltrúar skipaðir í stjórn, en aðrir í stjórnir þar sem fyrirtækin eru í samkeppnisrekstri. Orkuveita Reykjavíkur vissulega í samkeppnisrekstri að hluta. En fyrst og fremst, eins og kemur fram í eigendastefnunni og meira að segja í upphafi eigendastefnunnar minni mig, þá hún samfélagslega mikilvægt. Hún hefur samfélagslegu hlutverki að gegna, hún leggur grunninn að lífsskilyrðum í Reykjavík. Ég legg til að við tökum þetta til umræðu enn eina ferðina og förum bara málefnilega í gegnum allt það sem þarna kemur fram. Varðandi Landsvirkjun. Að þá verð ég að segja að þar eru hreinlega gerð mistök í skýrslunni. Og ég verð að taka smá bara kafla það svo að það hafi verið sagt og verði skráð að þar bara hreinlega ekki farið rétt með. Nú man ég ekki á hvaða blaðsíðu þetta að það sagt einhvers staðar í skýrslunni, man ekki á hvaða blaðsíðu, samninginn urðu miklar deilur, ekki þó þá ákvörðun að selja 44,5% hlut borgarinnar, heldur það verðmat á Landsvirkjun sem lagt var til grundvallar sölunni. Hér hafa borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson og Júlíus Vífill Ingvarsson borgarfulltrúi tekist á það. Ég ætla ekki að gera það, heldur að leiðrétta þau mistök sem þarna eru, að Vinstri græn voru afdráttarlaust á móti þessari sölu eins og kemur fram í bókunum frá borgarstjórnarfundinum í nóvember 2006 og ég ætla að lesa hér hluta úr með leyfi forseta. Þar segir: Borgarfulltrúar Vinstri grænna óska bókað eftir að miklir snúningar hafa verið tekið á þessu og alls konar tilraunir til þess að fresta þessu og vísa samningnum eitthvað annað, að þá bóka borgarfulltrúar Vinstri grænna. Borgarfulltrúar Vinstri grænna mótmæla harðlega sölu á hlut borgarbúa í Landsvirkjun. Með samþykkt borgarstjórnar í dag stigið skrefi nær þeim markmiðum stjórnvalda sem með sjálfstæðisflokkinn í fararbroddi að einkavæða Landsvirkjun. Sameiginlegt eignarhald ríkis og 2 sveitarfélaga í Landsvirkjun hefur einmitt tryggt að þessi mikilvæga starfsemi væri í höndum samfélagsins. Nú skal hins vegar haldið inn á braut einkavæðingar og svo heldur þetta áfram og tilvitnun lýkur. Grunnprinsippið sem að Vinstri græn gengu út frá allan þennan tíma og í þessari umræðu var að það þarf að tryggja samfélagslegt eignarhald á fyrirtækinu og það að ríkið og 2 sveitarfélög ættu þetta í sameiningu minnkaði líkurnar á því að einn flokkur kæmist til valda á öllum þessum stöðum og seldi það. Þess vegna vildu Vinstri græn ekki selja Landsvirkjun. Vissulega hafði þessi samningur, bara svo það sé sagt og fólk þurfi ekki að koma hér upp í andsvör, þessi samningur kom ekkert, hann datt ekkert úr
eins og þrumaður heiðskjur á lofti, hann átti sér aðdraganda og í tíð R-listans að þá hafði verið sett á laggirnar orkustefnunefnd og það hafði átt sér viðræður við ríkið söluna á Landsvirkjun, en þá voru Vinstri græn í R-listanum og höfðu ekki sjálfstæða stefnu í þessum efnum. En þegar að til kastana kom og þegar að samningurinn lá hérna fyrir, eftir mikið laumuspil að mér skilst af hálfu Sjálfstæðisflokksins, það hafði engin annar, eða fulltrúar minnihlutans komu ekkert að þessari samningagerð, að þá spyrntu Vinstri græn mjög fast við fótum af hugmyndafræðilegum ástæðum ekki síður en fjárhagslegum. Nú, skipulagsmálin sem og siðferðikaflinn krefjast líka bara sérstakrar umfjöllunar sem ég ætla ekki að fara í hér í neinu löngu máli. Ég vil bara að lokum hvetja borgarstjórn til þess að, og mér heyrist vera, ítreka það, mér heyrist vera mikil stemning fyrir því, að nota þessa góðu og aðgengilegu og innihaldsríku skýrslu til þess að bæta samfélagið. Reykjavíkurborg á það skilið og við eigum á stjórninni eins vel og hægt er. Þá hefur borgarfulltrúi Sóley Tómasdóttir lokið máli sínu. Það eru ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við gerum stutt fundarhlé, cirka hálftíma og fáum okkur að borða.